Góðan daginn og velkomin á stafrænan morgun hjá stafræna hefniklassanum. Þetta 7. stafræni morgunin sem við höldum og þetta sem fræðslefni fyrir þá sem hafa áhuga á stafrænum málefnum. Eitt af markmiðum klassans að auka vitundavakningu á stafrænum málum og þetta liður í því. Ef þú hefur mistað ykkur fyrirlestrum þá getur alltaf farið inn á síðun okkar stafrænt.is og fundið alla fyrirlestrana þar og hort bara á þegar þér hentar. Það eru allar upptökur þar inni og þér velkomin að horfa að deila bara hvernig sem að þú vilt nýta þetta. Þetta bara opið öllum. En í dag höfum við fengið til okkar góðan gest, hann Sigurjón Ólafsson og hann sviðsstjóri þjónustu og þróunarsviðs hjá Hafnarfjarðarbæ. Hann ætlar að segja okkur frá stafrænni vegferð sem Hafnarfjarðarbær hefur verið í núna síðustu 3 ár og hversu mikilvægt það að taka fólki með sér í þessa vegferð. En þakka kærlega fyrir að koma til okkar Sigurjón og gera svo vel, sviðið þitt. Takk fyrir Eva. Takk fyrir að bjóða mér og virkilega gaman að fá tækifæri til þess að tala við áhugasamt fólk stafrænar umbreytingar og sem að einn eða annan hátt að starfa í þeim gera. Þetta bara feikilega mikilvægt og kannski allt það sem liggur svona okkar fyrirtækja og stofnana umhverfi þessi missirinn og mun gera það næstu ár. Í þessum fyrirlestri ætla ég að leggja eins og Eva sagði áherslu á þennan mannlega þátt að fá fólki til að vinna með okkur í stafrænum umbreytingum vegna þess að þetta aldrei einsmannsverk eða fárra. Yfirskriftin þessi, við höfum alltaf gert þetta svona, hversu oft hefur maður ekki heyrt þá setningu í gegnum tíðina, en þetta eitthvað sem við viljum kannski síður heyra í þessari vegferð. En aðeins örstutt mig, ég heiti Sigurjón Ólafsson og stjórnmálafræðingur að mennt og með meistaragráðu í alþjóðasamskiptum. Þetta var náttúrulega bara á síðustu öld sem að ég útskrifast úr háskóla og hóf starfsferil minn og einhvern veginn álpaðist ég svona dálítið inn í þennan stafræna heim. Fyrsta svona stafræna starfið eða vefstjórastarfið var ég á Kaupþingi árið 2000, þannig að ég sjáu það, ég búin að vera í þessum geira í yfir 20 ár og búin að svona gangi í gegnum eitt og annað og gríðarlega áhugaverðar breytingar en ég kem inn í þetta starf margir halda að vefstjórar séu fyrst og fremst einhver svona tækni dútar en það á nú allavega ekki við mig og ég í grunninn ekkert með einhvern sérstakan áhuga á tækni þannig séð, fyrst og fremst á miðlun upplýsingum og áhuga bara á mannlegri hegðun og bara á fólki. Það það sem drífur mig áfram að þjónusta og miðla til fólks. Og ég hef starfað í gegnum tíðina bæði í opinbera geiranum og í einkageiranum. Lengst af var ég hjá Kaupþingi í 7 ár og svo ég á Íslandsbanka í 2,5 ár. Þannig cirka 10 ár í blessuðum bankageiranum sem var frábær tími. En ég hef líka starfað hjá Háskóla Íslands og starfað þar við kennslu. Var aðjúnkt í veðmiðlun, námi sem hefur markað svona ákveðin brautarriðendastarf í kennslu fyrir vefstjóra þá sem að vinna við veðmiðlun og sem við köllum kannski stafræna miðlun í dag. Og svo stofnaði ég fyrirtæki í vefráðgjöf samhliða kennslunni í 6 ár og akkúrat 6 ár. Þar til ég sá starf auglýst í Hafnarfirði í mínum heimabæ í dag og steinsnar frá mínu heimilu og einhvern veginn þetta kallaði á mig, þetta starf, að fá tækifæri til þess að vinna stafrænum umbreytingu fyrir heilt sveitarfélag, fyrir 3. stærsta sveitarfélag landsins. Þannig þar hafi ég störf í haustið 2019 og starfa þar enn. Og ég ætla svona að labba með okkur dálítið í gegnum þessa vinnu okkar í Hafnarfirði hvernig við munið að stafrænum umbreytingum þar. Ég eins og áður segi, ég kom til starfa haustið 2019 og fyrir þann tíma var vissulega búið að gera margt ágætt í vefmálum til dæmis Hafnarfjarðarbæjar. Þetta var ágætis vefur sem var í gangi en kannski ekki búið að minna feikilega mikið í svona sjálfsafgreiðslu lausnum og hefja svona
það sem við köllum stafrænar umbreytingar í dag, að auka sjálfsafgreiðslu, fækka sporum og leysa meiri atriði í fyrstu snertingu og slíkt. En þetta starf bara eins og því var lýst var feikilega áhugaverð. Þarna hafði maður tækifæri til þess að gera hluti og breyta hlutum og hafa áhrif og í sínum heimabæ. Og þegar ég kem til starfa þá ég svo lánsamur að fyrir liggur skýrsla, úttekt, svona stjórnsýslu úttekt á þjónustu bæjarins. Og þar fékk ég bara, þessi unnin á ráðgjafafyrirtæki og í henni voru lögð fram mikilvægustu verkefnin í stafrænum umbreytingu. Þannig séð hvaða brýnast að taka á. Þannig að ég fékk svona ákveð bara roadmap og það var ótrúlega hjálplegt í byrjun að átta sig á því hvað var mikilvægast að hefja vinnu við. Þarna voru 40 tillögur að úrbótum og sumar mikilvægar en aðrar og maður bara byrjaði dálítið bara á þeim sem að voru mikilvægastar og sem að bara meiri háttar. Ég segi þarna árið er 3 í Hafnarfirði en sjálfsögðu ekki búið að taka upp nýtt tímatal en í mínum huga svona markað þetta og í huga markaði þessi ákvörðun meirihlutar sem í Hafnarfirði í dag að stofna þetta nýja svið og hefja alvöru stafrænar umbreytingar. Og í þessu á þessum 2000 manna vinnustað sem eru auðvitað langflestir í skólakerfinu afskaplega lítið teymi í sjálf sér í stafrænum umbreytingum. Við getum sagt að samskiptateymið okkar sem að telur 4 ef ég með talin kannski svona kjarnin í þessu stafræna teymi. En það í rauninu bara 100% stöðugildi sem er algjörlega einbeitt eða sem dedikerað í stafræn mál, það starf vefstjóra. En við, þó að teymi sér lítið, þá netið okkar feikilega stort. Við leitum mikið til bara, við höfum sem betur fyrir þokkalega fjárhagsramma, þannig að við höfum tækifæri til að ráða sérfræðinga inn þegar á þarf að halda. Þannig að við stólum talsvert mikið á verktaka bara í einstaka verkefnum og finna rétta fólkið í því. Þá hefur skipt miklu máli að vera með gott tengslanett og finna fólki sem að veit að getur hjálpa manni í þeim verkefnum sem voru framundan. Og svo fórum við þá leið að fá fólki bara með okkur í bara starfsfólk. Við áttum gott samtal við aðra sviðstjóra, við héldum vinnustofur með starfsfólki á öllum sviðum og fengum, kynntu þeim fyrir þessa vegferð framundan, þau hjálpuðu okkur að móta svona þjónustu stefnu. Þannig að strax fóru vel á 200 manns og orðið svona dálítið svona þáttakendur í verkefninu og svo í framhald af því tilnefndum við ákveðna stafræna leiðtoga. Við erum með 6 svið hjá bænum og við tilnefndum 1 stafræna leiðtoga á hverju sviði sem var svona okkar tengiliður og sendi herra í þessum stafrænum umbreytingum. Og þetta hefur verið mikilvæg talsmenn og gott að geta leita til þeirra. En þetta ekki bundið bara við þessa stafrænu leiðtoga, heldur bara allt áhugasamt fólk sem að hefur áhuga og kviknar áhuga á stafrænum umbreytingum og breytingum á bara vinnuferlum og slíkt hluti af teyminu og þannig séð allt starfsfólk. Og svo leitum við mikið til íbúa líka í öllum þessum verkefnum, við fáum þau inn í notendaprófanir, gerum netkannanir og byggjum á því köllum þau í ákveðnu mæli inn til okkar til að gefa okkur álit á lausnum sem við erum að þróa og annað slíkt og til að fá endurgjöf. Og svo kannski það sem líklega allra mikilvægast í þessari vegferð sveitarfélaga og ég veit að þetta kannski getur ekki átt við fyrirtæki á almennu markaði en sveitarfélögin hafa átt með sér gott samstarf í þessum stóru verkefnum sem eru framundan. Og frá fyrsta degi lagði ég áherslu á það að vinna náið með öðrum sveitarfélögum vegna þess að verkefnið svo stórt. Þetta svo í reynd svo dýrt og það glórulaust fyrir eitt sveitarfélag þó það telji 30.000 manns og þokkalega stórt á íslenskan mælikvarða.
þá erum við ekkert að fara að leysa málin eitt og sér. Þannig að við höfum verið að vinna mikið með Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem með svona miðlæga starfsmenn sem aðstoða sveitarfélagin í þessari vegferð og svo erum við bara í einstaka verkefnum að vinna með mismunandi sveitarfélagum og þetta gríðarlegur styrkur í þessu og allt bara tengsla netið. Þannig að þið eru með þannig stafræna hæfniklassa, ég lít líka svo á að þið séu að deila þekkingu gegnum hann og fáið hugmyndir á hvernig við getum leitað í smiðju mismunandi fyrirtæki til þess að vinna verkefnin áfram. Það í svona vegferð og rosalega mikilvægt að hafa eitthvað svona leiðarljós. Við eigum Vitan sem nú tákn Hafnarfjarðarbæjar sem svona bara leiðarmerki fyrir sjófarendur og hann svona táknmynd aldrei þess að hvernig við viljum láta vísa okkur veginn og bara strax þarna hausti þá fór ég að setja niður ákveðin svona leiðarmerki í okkar hugsun og í okkar stefnu varðandi stafrænu umbreytingarnar. Og úr urðu 7 leiðarmerki og sem ég ætla að ræða örstutt hérna hvert sig og fyrsta menning og hugsun. Það gríðarlega mikilvægt að fá fólki til þess að vinna með okkur og breyta þessum kúltúr að vinna þetta saman, átta sig á því þetta eru óumflýjanlega breytingar, þetta í því felast tækifæri. Auðvitað það ákveðnar ógnir við ákveðin störf en flest störf verða bara virkilega áhugaverð og skapa rými til þess að bæta þjónustu. Þannig að koma þessari hugsunum í hvað þessi breyting felst. Þannig að það var gert til þess bara með vinnustofum eins og ég nefndi áðan og fundum og fræðslu og fá fólk til þess að taka þátt. Þannig að ekki láta fólk óttast breytingarnar. Og svo þetta annað leiðarmerkið að finna fólki að búa til teymi og ég kannski lýst því dálítið að við bara leitum að áhugasömu fólki, fengum þess að stafrænu leiðtoga, byggum til þetta net samstarfsaðila á öðrum sveitarfélögum og fundum réttu ráðgjafana og verktakana í lið með okkur. Alveg gríðarlega mikilvægt að finna áhugasama fólkið og fólki sem þú vilt og getur treyst og langar að vinna með til þess að halda áfram. Og í þriðja leiðarmerkið það að móta stefnu og forgangsraða. Við getum ekki bara gert hlutina bara einhvern veginn, sá sem að lætur hæst að bregðast bara við því og hlaupa eftir þeir sem frekastur. Þess vegna fórum við þarna strax haustið 2019 í að móta þjónustu stefnu og fá fólki í lið með okkur hvaða verkefni eru brýnust að þeirra mati og láta fólki svo velja úr þeim verkefnum og forgansa út frá því. Og eins og áður segði þá var ég með þessa skýrslu sem í grunninn sem að hjálpa mér og okkar teymi mikið að forgansa. Það gríðarlega mikilvægt að hafa skýra forgangsröðun að það ekki allt jafn mikilvægt. Nú í 4. lagi kalla ég mælingar, gögn og gegnsæi. Við eigum að byggja ákvarðanir okkar á einhverjum sterkum grunni. Við eigum að nota virkar mælingar, bara eins og mæla ánægju með þjónustu, mæla umferðin á vefnum og svo framvegis. Við höfum lagt mikið áherslu á að það sé mikið gegnsæi í þessu. Því getur farið inn á vef Hafnarfjarðarbæjar og bara sé lifandi gögnum umferð til inn á vefnum okkar. Við notum rosalega mikið prófanir, mælum í netkönnunum og slíkt og viljum vera bara eins gagnsæ og við getum. Við segjum frá öllu sem að við erum að vinna að og þá kemur ég að 5. leiðarmerkinu sem samstarf og deiling þekkingar. Það að halda hlutun fyrir sig gerir óskaplega lítið fyrir. Þú heldur að þú sért þú vilt ekki hleypa öðrum að þeirri þekkingu eða verkefni sem þú unnið, en það á endanum alltaf árangursríkara að vera viljugur til þess að deila þekkingu. Auðvitað upplýsir ekki einhver leyndarmál innan fyrirtækisins, sjálfsögðu ekki. En það bara þetta svona ákveðið karma, þú gefur eitthvað frá því, þú færð eitthvað tilbaka.
og í tilfelli sveitarfélaga þá þetta borðleggjandi að mínum mati, að sitja ekki á lausnum og halda þeim eingöngu fyrir sig. Þannig að við erum með á vettvangi sambandsins lausnatorg og við Hafnarfjarðarbæ höfum lagt þó nokkuð mikið inn á þá lausnatorg, þannig að líka vera tilbúin að mæta á svona kynningar og annars slíks fyrirlestra og deila þekkingunni. Það bara skila sér til heildina og til lengdari litið. Og í 7. lagi kalla ég að sýna en ekki bara segja. Það ef ég væri búin að vinna hérna í 3 ár hjá Hafnarfjarðarbæ og væri bara búin að tala stöðugt hvað við ætluðum að gera og hvaða rosalega flotta vision við höfðum fyrir íbúa og þjónustuna og annað slíkt, en það sæist afskaplega lítið á okkur. Nei, þetta alveg að koma, það bara gengur ekki. Við stólum á árlegar fjárveitingar til okkar og við verðum að fá það budget eða þann fjárhagsramma sem að gera okkur kleift til þess að vinna áfram. Og til þess að þeir sem að skaffa okkur fjármagnið, kjörnir fulltrúar í þessu tilviki og stjórnendur þá í ykkar fyrirtækjum eða fjármálastjóraranslið, að við verðum að sýna eitthvað output, við verðum að framkvæma og þess vegna fórum við þá leið, bara mjög fljótt, að dæla út litlum verkefnum sem að höfðu mikið vægi. Við fundum bara svona lítil nett, svona það sem kallaði low hanging fruit, að við gátum gripið nokkuð verkefni sem við vissum bara eins og fólk í Hafnarfirði og öðrum sveitarfélögum leitar mikið að bara hvenær er næsta losun á sorptunnum og bláutunnun og gráutunninni, og við bara settum við mjög einfalda virkni þar sem gat slegið inn heimilisfangið þitt og vita hvenær er losun og sorpi út árið. Og bara þetta og svo reiknivélar til að útskýra flóknar gjaldskrár. Þetta kostaði sára lítið, en þetta gaf okkur andrými til að segja, heyrðu, við erum að vinna og svo eru mörg risaverkefni þarna bakvið, nýtt málakerfi, nýr vefur, uppfærðar mína síður og svoleiðis, sem tekur kannski 2 ár þegar heildin er litið. En við getum ekki sagt, heyrðu, þetta er alveg að gerast. Við verðum að dæla út einhverjum litlu verkefnum til þess að sýna að við erum ekki bara að tala, heldur erum að gera eitthvað. Og 7. sem að kannski undirliggur allt saman, það er þessi notendamiðaða hugsun. Allt sem við framkvæmum er út frá þörfum notenda. Við erum alltaf með notendur í ráðum og hugsum alltaf út ekki bara það sem að virka best fyrir okkur starfsfólkið, heldur fyrst og fremst út frá því það sem íbúin þarf á að halda. Og þetta er eitthvað sem að held að öll fyrirtæki nánast eru komin með þann þangagang og er algjört lykilatriði. Þetta voru þessi 7 leiðarmerki. Já, langar eitt bara þetta með að fá fólkið í lið með sér. Það gerist ekki bara sjálfu sér, þú verður að gefa eitthvað frá þér til þess að fá eitthvað tilbaka. Og ég man þegar ég var búin að ráða mig starfa í Hafnarfjarðarbæ, þá vildi tengdamóðir mín endilega að ég hitti fyrrverandi bæjarstjóra Ingvar Viktorsson, ég vona í síðlega ég nefna hann í búnaði, þannig að ég get ekki dreigð það tilbaka. Og hún vildi endilega að ég hitt hann og bauð mér matarboð, sæmilegt matarboð, og svo þegar fíni matur var búinn og þá vildi hún endilega, heyrðu, Ingvar, segðu nú Sigurjóni hvaða leiðbeiningar ertu með hann fyrir hafandi verið stjórnandi hjá bænum. Og svo ég get ekkert sagt, ég veit sjálf sér enga miðla, ég veit hann finnur út úr þessu sjálf, en bara eitt vil ég segja það. Hafðu áhuga á fólkinu þínu, gefðu tíma í starfinu þínu, ekki vera of upptekin af starfinu og þú getur ekki haft tíma fyrir fólkið, vertu duglegur að spjalla við fólkið þetta á sviðinu og sýndu þið áhuga, gefðu tíma til að kynnast þeim og þeirra þörfum. Og þetta litla atriði, bara nota því frá fyrsta degi, bara að ég hef áhuga á þínum störfum, hvort sem það er starfsmaður bókavörðurinn á bókasafninu eða starfsmaðurinn í þjónustuverðurinn eða samskiptastjórinn eða strákarnir í tölvudeildinni. Ég hef áhuga og mig langar að kynnast því sem þið eru að gera og læra hvernig við getum gert hlutina betur saman og gert á vinnustæðin en betri.
Þetta held ég hafi, þetta lítil fjárfesting en hún skilar margföldum hagnaði og bara að alltaf hafa þetta í huga og ekki þó það frá líður og ég vona að ég hafi ekki gleymt mér í þessu og ég held ekki en þetta vera aðrir að dæma það en þetta alveg gríðarlega mikilvægt að hafa áhuga á og ekki grúfa sig inn í verkefninu og gleyma því að þú ert með flott teymi sem að þarf að sinna og hafa áhuga á. Og svo eitt lítið atriði annað að sko þegar ég kom til starfa þá fá svona, virðist það vera eitthvað svona regla og að sviðstjóra fá skrifstofu og ég bara, nei, ég vil ekki fyrir skrifstofu og það bara fyrsta sem ég reynda að gerast, hvernig get ég losnað út af þessar skrifstofu og komist í eitt rými með teyminu mínu. Vegna þess að stafræn umbreyting krefst opinna samskipta og mikilla teymisvinnu. Það alveg út í hött að læsa sig sem stjórnandi inn á bara þú veit að virki lítið atrið, þá þetta líka bara svona symbol. Við að brjóta niður síló. Það ekkert sko, við bæði að brjóta síló innan sviða og eininga og milli eininga. Þetta líka bara symbolist, hei, ég ekki að loka minni. Þannig að mér tókst að komast út af skrifstofunni bara á einhverjum 2-3 vikum og við gátum búið til gott vinnupláss. Skiptum við annað teymi og annað slíkt og þetta var lítið mál. En skipti máli. Nú svo annað atriði sem að ég svona dálítið áhuga maður Ég alveg búin að kenna vefmiðlun og alla fræðingana á þessu sviði og þekki svo sem alla frasana sem að í gangi í þessum stafrænum umbreytingum. En ég skreyti mig aldrei með þeim. Ég nota það aldrei og ætla ekki að nota það einu sinni í þessum fyrirlestri. Við gerum okkur, ef við ætlum að setja okkur með því að skreita okkur með einhverjum frösum sem almenningur og venjulegt fólk á gólfinu skilur ekki, þar með ertu að gera verkefnið dálítið fjarlægt. Þetta eitthvað svo framandi. Ég hef enga þekkingu á því sem hann að tala hann Sigurjón og þetta bara eitthvað sérfræðingamál, best að halda sig bara sem mest frá því. En þetta bara það að bara eiginlega leggja sig fram að gleyma tungutækinu sem að þú nýbúin að læra í náminu bara held ég mikilvægt. Það allavega mitt ráð. Og þá þegar öllu á botningkvöld þá við bara fyrst og fremst að sko hanna og þróa þjónustu fyrir fólk og þeirra þarfir. Við að fjölga sjálfsafgreiðslu leiðum, við að fjölga möguleikum á þjónustu í fyrstu snertingu, við viljum að íbúar og viðskiptavinir okkar fækki ferðum, við að minnka kolefnissporið, vinna stærra þjóðfélagslega markmið, við að hagræða auðvitað, gera reksturinn skilvirkari og hagkvæmari. Við að nýta tæknina sjálfsögðu og við að bæta upplifun notenda. Þetta orð, setningar sem við erum með á takteinum og ég reyna að hafa bara á takteinum en sleppi það sem við kalla svona buzzorð sem að gera þetta bara dálítið fjarlægt og áhugavert eða bara fólk verður hálf hrætt við verkefnið. Og af þessu meði þá hefur við mótað okkur inn í hönnunarkerfinu okkar sem ég ætla ekki að fjalla sérstaklega hér, þá erum við með hluta sem heitir rödd og tón í samskiptum okkar og inn á bara öllum stafrænum miðlum og það svona þessi auðmýkt, við viljum vera auðskiljanleg í okkar tali, við viljum vera vingjarnleg, við bjóðum til þess heim í Hafnarfjörð og það bara svona hluti af þjónustu stefninu okkar og sem endurspeglast í þessu rödd og tón sem við erum með í okkar samskiptum inn á stafrænum miðlunum og við viljum vera jákvæð og við viljum vera áræðanleg. Og þetta, það þó að fólk kannski sé ekki allt með þetta á takteinum og þetta sé komið inn í ákveðna stefnu hjá okkur, þá þetta eitthvað sem síast inn. Svona viljum við vera og svona viljum við nálgast íbúa og aðra sem að nota þjónustuna okkar. Og í rauninni verkefnið, stafræn umbreyting í grunninn einfalt. Það snýst að skilja þarfir og mæta þörfum. Og ég í rauninni búin að tiltaka það áður og vinna samkvæmt notandanum miðra hugsun. Þarna lítið tuk-tuk sem kannski smá symbolist fyrir það að við erum að reka upplýsingamiðstöð ferðamanna í Hafnarfjarðarbæ, því miður hafi verið allt og lítið af ferðamannum síðustu 2-3 ár, þið vitið út af hverju. En
að reka einhverja miðlega upplýsingamiðstöð ferðamanna í þjónustu verið öðru húsi kannski ekki það sem þar náu ekki snertingu við flesta ferðamenn. Þess vegna ákváðum við að fjárfesta í þessum túk að þar sem við getum farið inn á hátíðir, hvað sem hún á Víðistaðatúni eða niður við Höfn eða skemmtifferðaskipi eða eitthvað. Þarna eru við vitum að fólk hefur þörf á upplýsingagjöf og þetta litla atriði snýra því að skilja þarfinnar og mæta þörfunum með því að koma bara á staðinn til fólks. Hérna atriði sem að kannski, ég veit ekki, kemur sumum og óvart að ég skuli tala en að því þessi kannski mér þekkja þá ég mikið talsmaður þarfagreininga. Alveg gríðarlega, ég legg gríðarlega áherslu á það í mínum störfum og í kennslu og annars slíkt. Það að við eigum, eins og ég segi, mæla hlutina, fá próf til að prófa, nota gögnin og taka viðtöl og annað slíkt til þess að fá fram þarfirnar og byggja svo lausnir á þeim þörfum. En mér hefur fundist á síðustu árum að við erum farin út í hinar öfgarnar, að það er farin bara, það er að fara íþyngja verkefnunum, að við erum að ofgreina hlutinu og ofhugsa í staðinn fyrir við þurfum líka að bara framkvæma og það er hægt að bara nánast fara bara í einhvern hring á greiningunni og svo bara hvað var svo eiginlega eftir alla þessa greiningu og allir búin að bíða hvað Sigrún ekki að fara að gera hvernig eru þið búin að nota allan peningi ég bara tala og mæla og það er ekkert output þannig að þetta er alveg óbúslega mikilvægt að framkvæma líka eins og ég nefndi, taka líka stundum þessi bara litlu hluti og sýna við erum að vinna og koma einhver út. Það er einhvern orð ágættarar punk-hljómsveitar Puks Pilnix sem sagði málið ekki hvað maður getur, heldur hvað maður gerir og það kannski okkar mín dálítið mantra í því. Og við erum að greina þarfir ólíkar hópa, þar sem að gildi fyrir einn hóp leysir ekki endilega vandamál annara. Þar sem við lögðum til þess mikla áherslu á og kom meðal annars sem forgangsverkefni út úr greiningaskýrslum sem ég var með þarna fyrir 3 árum, var að við erum með mismunandi hópa og stóran hóp innflytjanda til dæmis sem hefur allt aðra þarfir að mörgu leyti heldur en hinn venjulegi rótgróni Hafnfirðingur og þannig að við fórum bara í talsverða greiningu á því hvað upplýsingagjöf þurftum að veita til dæmis til þeirra og við erum í ágætu samtali líka núna til þess eins og við aldraða, við erum að hitta öldungaráð, ná tali við íbúa á eldri kynslóðinni og skilja þeirra þarfir, þeir þurfa öðruvísi framsetning og upplýsingum stundum myndrænni megum alls ekki nota einhver tækniorð og líka vera þessi svona jákvæð og hjálpsöm í að veita þjónustu þannig að við verðum þetta ekki bara að nota stafræna tækni vegna þess að það ákveðin kynslóð enn sem hefur og getur hvað illa nýtt sér stafræna tækni þannig að í þjónustunni verður líka að vera svigrúm til þess að veita persónulega þjónustu og þetta þurfum við öll að hafa í huga í allri þjónustu veitingu hvort sem það í fyrirtækjum eða stofnunum. Ég mikið búin að tala að nálgast þarfir íbúana og notenda og gesta sem koma til okkar en það ekki síður mikilvægt að væta að við mætum væntingu starfsfólks og að fólk svo við höldum í gott starfsfólk sem vill og upplifir að við séum nýsköpunar vinnustaður þar sem að við nýtum tæknina og við nýtum stafrænar leiðir. Við erum með stóran hóp af til þess háskólamenntuðu fólki sem að kannski upplifir vinnustaði þannig að hvert ég komin? Ertu virkilega að fara að prenta út allt sem ég geri og raða í möppur hvað á 30% starfi mínu að fara eða enda að sendast með skjöl í undirritanir og annað slíkt. Nei, þetta ekki boðlegt og það voru bara því ég var nýkomin til starfa þá komu nokkrir félagsráðgjafar til mér sem segir hann þetta bara, þú verður að breyta þessu, við getum, þetta lítil lækkandi að þurfa að vinna svona
og þannig að það svo rosalega mikilvægt að við breytum sko, getum ekki haft bara allt í lagi á frontinum, að sé bara að mæti bara rosalega fín sjálfsækurslausna úti og út á við á vefnum eða á mínum síðum eða hvað það en svo allt tilbaka allt einhverju pappírar og handavinna og frústrerandi vinnuumhverfi. Þannig að þetta bara mjög líklegt til þess að valda bara óánægju og slæmri upplifun og vinnustanum. Þannig að það að hlúa að þessu gríðarlega mikilvægt og þess vegna þurfum við að vinna þá hlutina alla leið. Og þá kem ég að ferlavinnunni. Að við erum með ákveðna, þetta var eitt af því sem gagnrýndu mikið stjórnsýslu úttekt á bænu fyrir 3 árum. Það voru óljósir ferlar, ógagnsæi ákvarðanataka og annað slíkt. Og hluti væri ganga, bara sumir fengu svona þjónustu og aðra eða enga þjónustu. Þannig við erum búin að síðustu 2-3 árin erum búin að eyða verulegum tíma með aðstoð sérfræðinga í að kortleggja alla ferla hjá okkur. Við erum búin að teikna upp 10 ferla. Það sem við erum bara kortleggja hvert hlutverk hvers og eins á hvaða punkti í ferlinu. Og höldum þá vinnustofur, þegar við byrjum með þessa vinnu þá skall á COVID svona, bara mánuði setna eða eitthvað álíka. Þannig að við fórum með þetta bara allt í Teams eða svona fjarfundavinnu og það bara virkaði. Og við erum búin að kalla, ég veit ekki, það skipta örugglega, allavega vel yfir 100 mann sem að hafa tekið þátt í þessu bara. Þannig að við erum að taka svona heimaþjónustu eða svona byggingaleyfi, þá köllum við bara til þá sérfræðinga sem að því koma og við bara segjum heyrðu, hvert ferlið? Og þjónustuverðið alltaf þáttakandi í þessu, fjármálasviði líka vegna þess að það tengist einhver útgærslu og slíkt, þú voru að draga saman allt fólki sem kemur að ferlanum. Þannig að allir þekki sitt hlutverk og sé bara meðvitaðir það að ferillin svona í dag og hvar getum við greint tækifæri til þess umbóta. Þannig að það alveg ofboðslega, þarna séu bara nei, hvernig stendur á því að vera með öll þessi handtök. Akkur erum við að senda íbúan fyrst þangað. Hann á bara þurfa að koma á einn stað og við þurfum að leiðrétta og laga þetta. Akkur erum við ekki með þetta í rafrænum undirritun, þetta bara út í hött. Bara sem dæmi. Þannig að greina og kortleggja ferlan okkar dálítið bara opinberandi, þú verður alveg. Já, þetta eitthvað sem að margborgar sig, það þurfa allar að þekka sitt hlutverk. Mælum með þessu sterklega. Og svo endingu, ég lítið búin að tala tæknina, ég er búin að tala þessa mannlegu hegðun og menningu og hugsunina og fá fólki með sér og ferlana og slíkt og hafa leiðarljósin. En svo auðvitað kemur að tækninni og endanlega þarftu tæknina í lið með þér. Þegar við erum búin að vinna alltaf ferla og greiningarvinnu og átt okkur á því hvernig vinnu umhverfið okkar þá þurfum við þetta laust sem að gerir töfrana að það sé hægt að leysa mál í einni snertingu, hvort sem það í gegnum einfalda innskráningu inn á mína síður eða appi eða eftir öðrum leiðum. Þá þurfum við að kalla til hugbúnaðar aðila eða kortleggja markaðinn, hverjir eru það sem gætu hjálpa okkur að leysa þetta svo alla leið og ekki að forsendum hugbúnaðar aðeins, heldur á forsendum okkar sem að erum að vinna þetta og forsendum íbúana sem að þurfa að nota þjónustuna. Þannig en það hefur kannski verið loðað dálítið við markaðin í gegnum tíðina og ég get sérstaklega að tala sveitarfélagamarkaðinn að lausninda sem við verðum að nota hafi verið fyrst og fremst að forsendum hugbúnaðaraðilans en ekki öfugt. Þannig að við þurfum að finna samstarfsaðila sem skilur þig bara og skilur þína þarfir og ekki síður eftir að búin að selja þjónustuna vill þjónusta þig vel og verður svona partner í umbreytingunum framöndan. Og það sem einfaldast ákvörðunin í öllu og það sem gerist oft í fyndinu eða hefur gerst oft í fyndinu og ég jafnvel enn að gerast í dag að ákveðnir aðilar inn að fyrirtækinu ykkar segja, heyrðu, við verðum að kaupa þennan hugbúnað, hann brilljant og við eigum budget fyrir sem með við ekki kaupa hann. Og bara, einfaldast svari bara gerum þið ánægðan og kaupum hann og rekum hann svo næstu árin. En þetta
við megum ekki annað svona ákvörðunum vegna þess að langstærsti hlutin af því að innleiða að taka inn nýja tækni eða nýjan hugbúnað innleiðingin og við getum sagt að hún faktisk lágmark 80% af verkefninu. Þannig að nú stöndum við frammi fyrir stórum ákvörðunum hjá Hafnarfjarðarbæ í að kaupa, velja ný kerfi hjá okkur. En áður en við þorum að skrifa undir samning og klára verkefni, þá verður við að vera handviss það, við séum með mannskap sem tekur verkefni, það sé einhver eigandi verkefnisins og sem að sér svo að innleiða það. Þetta eitthvað sem búið að vera akkilesarhæll hjá Hafnarfjarðarbæ og örgulega mjög mörgum öðrum, að huga ekki að innleiðinguna. Það sé einhver verkefnastjóri, einhver eigandi á verkefni sem að sér að innleiða, kenna, veita stuðning og annað slíkt. Við getum ekki alltaf reitt okkur á utanaðkomandi þjónustu í þeim efnum. Já, það að koma að lokum hjá mér og að nálgast endan á þessu. En hvernig mælum að svo árangurinn að því að hvort það tekist það að breyta hugarfarinu og menningunni í fyrirtækinu? Að mínum að þetta sterkasta vísbendingin svo þegar starfsfólkið sjálft hefur frumkvæði að breytingum. Og mér langar að nefna bara eitt lítið dæmi og sem gladdi mig ósegjanlega mikið. Í rauninni orðslega lítið dæmi og ekki mikilvægt í stóra samhenginu en mikilvægt fyrir litla einingu. Þarna heimaþjónusta fyrir fatlaða sem við önnumst í sveitarfélaginu og þar kemur deildarstjóri þeirra þjónustu á máli við mig og búin að taka þátt í alls konar ferlavinnu og vinna koma í vinnustofur og allt slíkt og svo bara Sigurjón, bara ég get ekki unni svona lengur, ég get ekki boðið starfsfólkinu mínu að vinna lengur bara eins og það sé statt á 20. öldinni. Við erum að halda bókhald fyrir íbúa, þetta allt gert í Excel-skjölum sem svo þarf að færa handvirt inn í fjárhagskerfið okkar og engin kerfið tala saman og svo mikið villihætta. Við getum ekki tryggt að einhver komist inn í skjölin og aðgengi að gögnum og upplýsingaöryggi ófullnægjandi. Getum ekki fundið lausn á þessu, fundið eitthvað kerfi sem getur leyst. Þarna voru komna bara mjög skýrar þarfir sem voru listaði og við tókum bara einn eða 2 teams fundi þetta og sagði, ég held að komi einhver 3 kerfi til greina, við skulum skoða bara þau og endan bara völdum við eitt kerfi sem var bara ódýrlaust með einhver áskriftakerfi og bara þau eru alsæl. Innleiðingin var sára einföld en við þurftum samt að tefja máli dálítið vegna þess að við þurftum að ræða við persónuverndar-fulltrúan og lögfræðinga eitthvað sem mælir á móti því að við notum þetta kerfi og við fengum vottun frá aðilum sem var að selja okkur það og það þurfti að gera svokallaðan vinnslusamning og allt það og ekki gleyma því, ekki hlaupa of hratt, við verðum að hafa að virða persónuvernd og öryggi þegar við innleiðum nýjan hugbúnað en bara þetta, mér finnst þetta sína dæmi bara og þessi setning sem að mér langar að heyra bara alltaf, við viljum ekki vinna svona lengur. Takk fyrir, ég læt þetta gott heita og bara gaman að fá að koma hérna og miðla á okkar reynslu í Hafnarfjarðarbæ.